Ja, Tufa, væntanlega sáttur með fyrri hálfleikinn og væntanlega alls ekki sáttur með seinni. Hárrétt, það var svona góður fyrri hálfleikur hjá okkur, góð kontroll á leiknum, skorum 2 mark, gátum alveg bæta við fleiri og var aldrei okkar átlun að hlaupa leikinn svolítið í svona fram og tilbaka leik sem ég held svona henda betur Skagamönnum inn í seinni hálfleik og markið sem þeir skora svona snemma í seinni hálfleik sem koma svona í rauninni bara upp úr engur sem við gátum gera betur, hlaupa svolítið líf í og eins og ég sagði við strákarnir í hálfleik, þessi lið ætlar aldrei að gefast upp en svona enn og aftur mér finnst svona í lok leikina þegar kemur þennan jafn og mark, það var ekkert að gerast í leiknum og svona ég var svona með hugsun að við erum alveg að sigla þetta heim en ýmislegt sem getum læra svona bæði sem lið og sem einstaklinga í þessum momentum. Talandi jöfnumarkið, ertu búinn að sjá það almennilega? Nei, ekki aftur til miður en þetta var svona óvenjulega hreyfing frá boltanum þegar Ómar og Orri Sigurður fara í boltan þannig ég þarf að skoða þetta betur. Þetta fór í öxlina á honum og svo fer hann óvart yfir skram. Ok, það bara en svona hluti getur gerst, skilur, í fótboltanum og eins og ég alltaf að segja við þurfum alltaf að vera klárir svona í 97 mínútur þangað til svona síðasta spyrna leiksins tekin og en við vorum með fullt af tækifærum í dag að klára leikinn miklu fyrr og vorum með svona sigur í hendinni til miður við mistum hann frá okkur. Getur verið að liðið hafi verið smá þreytt inn í seinni hálfleik eftir þessa törn sem þeir eru búin að vera í? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Mér finnst svona hvernig orka var í fyrra leik, það var ekkert að benda til þess að liðið var þreytt í seinni leik. Ég held að við svona einhvern veginn svona fórum inn í seinni leik í leikinn sem eins og ég sagði áðan sem var svona fram og tilbaka, svolítið opinn leik sem við yfirleitt viljum ekkert að hafa og það svona henda betur Skagamönnum og þá komu þeir svona inn í fleiri krossstöður til að getur koma boltan inn í box oftar sem þeir eru mjög góðir í og við svona náum ekkert að ná betri kontroll á það í seinni leik og það var svona svekkelsi út en það var svona alla, svona bara forusendingar til að ná betri kontroll á það og skora 3. mark og gera út leikinn. Sko núna alltaf var þetta söguleg stund í dag. Patrik Pedersen núna einn á sem markahæsti leikmaðurinn frá upphafi. Finnst ykkur smá svona leiðilegt að hafa get ekki fagna almennilega í ljósi þess að mistu niður kannski unnin leik? Já, það svekkjandi utan hann eins og ég var að koma oft inn á bæði sem leikmaður og svona sem persónuleiki á þennan magnað afreksskili sko og það væri enn skemmtilegra núna að getum fagna með honum en aftur á móti það ætlar ekkert að breyta þetta sem hann er búinn að ná hingað til og eins og ég kom inn á aftur hvernig hann búinn að vera í sumar, hvernig hann búinn að vera í vetur á þetta skilið aftur á móti liðið að hjálpa honum helling við erum með frábæra leikmenn í kringum hann sem á líka mikið hrós skilið að Patrik nær að slá þennan með frekar snemma á tímabilinu og núna bæði hann og við þurfum bara að halda áfram og eins og ég tekir hann ætlar aldrei að vera sattur með bara til að slá með, hann ætlar að bæta fleiri. Sko nú eru þið búin að missa 2 menn í glugganum, Tómas farin til Skotlands og Orri farin í KR, enginn kominn inn í staðinn. Er eitthvað að frétta af leikmannamarkanum hjá ykkur? Nei, ekkert að frétta. Við svona vona Markus Nakim og Sigurður Egill getur koma inn núna í næstu dögum og vera klári fyrir Breiðablik-leikinn. Lukas Lói var í banni líka í dag, þannig hann kemur tilbaka og svo sjáum til ef eitthvað gerist fram á gluggalok. Það eina sem hefur í fjölmiðlum er að þið hafi boðið í Valdimar Þór Ingimundarson í Víking. Annað hefur bara ekkert heyrst. Er það raun og veru staðan? Já, ég með ekkert að bæta við. Ok, ég skil ekki. Bara takk kærlega fyrir viðtalið. Takk fyrir mig.